Hvað í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda? Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Já, komið sæl. Til minni kom Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingmaður, og þú ert framsögumaður á frumvarpinu strandveiðarnar. Og umræðunar á eftir býstu við að við mikil andstaða við þetta innan stjórnarandstöðunnar. Já, við heyrðum það í umræðum í dag að stjórnarandstaðan svona hefur ýmsar athugasemdir við þetta og kannski upplifir maður það að stjórnarandstaðan þó hún tali fallega gagnvart byggðum landsins og veikum sjávarbyggðum, sérstaklega núna kannski þegar verið að tala um veiðigjöldin að þá snýst það allt að það verða að verja veikari byggðir en þegar að kemur að atvinnugreinum og strandveiðum sem nú þáttur í því að skapa fleiri atvinnutækifæri í þessum veikari sjávarbyggðum að þá hafa menn allt á hornum sér virðist vera og ég upplifði það þessari umræðu í dag þegar ég mælti fyrir nefndaráliti meirihluta atvinnuveganefndar og mér finnst það bara vera mjög sorglegt að heyra það að það sé ekki hægt að horfa í gegnum fingur sér með það að tryggja strandveiðar í sumar 48 daga eins og stefna stjórnvalda og síðan verður unnið frumvarp sem varalegt til framtíðar að hafa málin þannig að það sé hægt að tryggja afla til 48 daga og það kostar þetta meiri vinnu en núna þurfum við að tryggja þessa 48 daga og þess vegna þetta frumvarp lagt fram á ráðherra að hafa bæði belti og axlaböndin svo ég segi að þessi afli sem verður þá tekin til að mæta þessum dögum að hann verður fenginn að láni næstu 3 árin inn í framtíðina. Já, en þeir sem fyrir eru eins og SFS að þeim svíður þetta að hvað verður auka magni til strandveiða. Er það ekki bara skiljanlegt? Nei, mér finnst það bara alls ekki skiljanlegt. Nei, þeir hafa haft ráðstöfunar rétt yfir þessu. Þeir eru komnir með undir sínar hendur bróðurpartinn af aflaheimildum í landinu og hafa verið að kaupa upp aflaheimildir með þess að líka í krókaaflamarkskerfinu sem átt að vera aðgreint frá stóra aflamarkskerfinu og þar samþjöppunin bara gífurleg og menn kvarta undan því að þetta sé að fara hraðbyr allt í stóra kerfið og til þeirra stæðstu. Það er búið að rífa niður hérna vegginn sem átt að vera á milli. Já, menn hafa bara fundið alls konar leiðir til þess að svona fiffa það til og hafa verið að gera það og kaupa það upp og það bara mjög slæm þróun finnst mér því að þá meira og minna verið að svona kippa fótum undan þessu fjölskyldu útgerðum í landinu sem eftir eru og möguleikum svona minni fyrirtækja að gera út að sé ekki bara lendlegar hjá hinnum. Þeir sem voru með þá báta, þeir seldu til stórútgerðana. Já. Og svo þeir konur nú strandveiðar. Þetta eitt af því sem hefur deilt Já, það bara leynt og ljóst verið að vinna að því að koma öllu undir nú einn hatt og menn tali kannski, við viljum strandveiðar, en það megi bara ekki vera að taka af okkur hinum og það að vera bara einhver svona mínimal, svona meðfram einhver gull, en
Það bara ekki þannig, það þarf ekki að vera þannig, það bara þingmenn hverju sinni og alþingi sem setur lög og ákveður hvernig stjórnkerfi fiskveiða á að vera og við sem viljum nú öfluga byggðir kringum landið og viljum fjölbreytileika í útgerðarmynstri, við viljum bara sjá að þetta geti spilað saman og ég tel það bara langt í frá að strandveiðar sem slíkar sem eru umhverfisvænustu veiðar nú sem til eru, að það sé ekki hægt að hafa þær meðfram öflugri togarútgerð og því sem hefur þróast í þeim efnum. Því það hefur bara verið bara mikil nýsköpun líka varðandi þessar litlu og minni útgerðir og hráefnið mjög eftirsótt á erlendum mörkuðum, bæði til veitingahúsa og verslunarkeðja. Fyrir utan það að hráefnið hefur verið til staðar til þess að halda upp í vinslum víða land, þar sem stærri útgerðir hafa ekki verið að róa yfir sumarið. Margar bara búin á með kvótan eða tekið svona stopp yfir sumarið. Og þá hafa bara þessa vinslu treyst á að kaupa af fiskmörkuðum einmitt hráefni af strandveiðiflotanum. En þá eru þær sko jafnvel að flytja aflann í burtu líka. Eitthvað takmark á því? Sko það allur gangur á því. Það getur verið mjög svona gott fyrir margar útgerðir að landa hjá fiskvinnslu og vera með samning. Því þá fá þeir mögulega byggðakvóta í framhaldinu ef þið gera það til að treysta atvinnu líka í landi og þá fá þeir framlag á móti frá byggðastofnun eða byggðakvóta á móti. Þannig kerfið. Ekki búið að ganga eitthvað á hann núna út af þessu 48 daga kerfi? Nei, það virkar raun og veru ekki þannig. Það kemur bara ljós eftir sumari hver viðkomandi bátur hefur veitt mikið og hvort hann sé með samning við fiskvinnslu í landi og þá ákveðin útreikniregla hvaðan fær mikinn þá byggðakvóta á móti. Og skilyrtan landi þá? Skilyrtan að landi. Margir velja þetta, aðrir velja að landa á fiskmörkuðum en fá ekki þá þennan möguleika á hugsanlega einhver auknum byggðakvóta sem þið geta þá vera að veiða annarkvort í september eða í apríl á næsta ári. En núna sko veiðigjaldafrumvarpið og það raunverulega bara, það stendur í Alþingi. Það sko, fólk að flytja nánast konir 100 ræður þeir sem tala oftast. Og þetta getur enginn tjáð sig þetta mál í 100 ræðum eða 70 ræðum eða hvað það bara ekki möguleiki að vera alltaf ferskur, vera alltaf með eitthvað nýtt, það ekki hægt. En hvernig þá að svona vita þessu? Hefur þið setið yfir þessu og hlustað? Nei, ég hef ekki verið mjög spennt yfir þessu því að það búið að segja allt sem segja þarf og stjórnarandstaðan búin að koma öllu til skila frá sinni hálfu fyrir löngu síðan. Og þetta bara einn tilgangur að telja sig geta sett bara hnefan í borðið og stoppa þetta mála því menn ekki sammála því og hafa fundið allt því til foráttu og kallað eftir enn meiri greiningum og gögnum og endalaust og verið með athugasemdir við tölur sem hafa þarna komið fram og það var fundur í atvinnuveganefnd daginn til þess að einu sinni að samfara minnihlutanum að þessir útreikningar hjá skattinum að þeir væru réttir og það var aftur staðfest að meirihlutin var með rétta útreikninga í sínu máli. Svo þetta allt komið fram en ég held að bara menn séu komnir upp við vegg í stjórnarandstöðunum með þetta og veit ekki hvaða útgönguleið til staðar. Mér finnst þegar ég að hlusta á það að þá finnst mér þessu einstaka stjórnarandstæðingur sé að tala niður til ykkar að þið gerir ykkur ekki grein fyrir því sem það gera og ekki athuga máluð, ekki ráði við það. 5. greinin hafi verið ykkur og vaksinn og mér finnst svona leiðinda tónn að það sé verið að tala niður til andstæðingana. Já. Það sem ég hef svona heyrt af þessari umræðu og viðkynna ég fyrir þó nokkuð löngu síðan hætt að vera með eyrun alveg við þessa umræðu en það þjónar einhvern tilgangi en það einhvern veginn svona lenskan finnst mér því miður að það sé vera að gera lítið úr þeim stjórnvöldum sem eru núna, sé ekki næg þekking, sé byrjandabragur, sé svona klaufska og menn kunni ekki alveg að sitja við stjórnvöldun og taka þá miklu ábyrgð sem eingöngu bara ákveðna flokka í raun og veru að bera ábyrgð eins og þeirra flokka sem hafa verið lengstu völd síðustu 50-60 árin frá
Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkurinn að þeir séu svona rétt bornir valdhafar og svo mega koma einhverju svona flokkar með eftir því hvað hentar, kannski Vinstri græn, meðan var þetta að hafa gagn af þeim og síðan var þeim bara refsa fyrir það og við þekkjum söguna. Já, flokka kraðak eins og Bjarni Benediktsson sagði nú einu sinni. Þegar voru 8 flokkar á þingi. Já. Flokka kraðak. Sko. Já. En hérna, sko, nú þarf áður en þingi hættir. Það þarf að greiða bæði strandveiðina og svo náttúrulega veiðigjöldin. 2 kannski erfiðustu málin eru við sjávarútveg. Það hafa margir sagt eins og Greta Mar sagði nú reynda bara að það er beint að þau væri bara í bandi hjá LIU eins og hann kallar SFS og við gerum það líka stundum og getur verið að bakhjarlar þeirra séu stórútgerðirnar og sé að ýta þeim fram. Ég held að það fari nú ekkert á milli mála og landsmenn eru nú að sjá það betur og það hefur nú sýnt sig í skoðanakönnunum að fólk almennt mjög óánægt með það að sjá svona að menn séu að þjóna þessum herrum og séu ekki að hugsa almannahag og séu ekki með einhverju sanngirnis og réttsýnisglerugu á sér. Ég held að það fari nú ekkert á milli mála að það þeirra bakland, að það stór útgerðin að hluta til og ég held að sé að missa annað bakland sem kannski studdi þessa flokka áður að með þessu mikla málþófi séu þeir svona að missa salinn eins og sagt stundum. Já, og við sjáum það náttúrulega á fylgisölinn til þess með samfylkingunni að Kristrún bara kemur hann inn, bara eins og allskopiðin í þetta, mælsk og allt það. Og hún bara ríkur upp hún er nýtt aflatna og það sem að fara frá Framsókn og Sjálfstæðisflokknum það greinilega fer þangað. Já, ég held að fólk sjáu það svona almennt að Kristrún auðvitað mjög öflugur stjórnmálaleiðtogi og auðvitað að eins og maður segir fronta þessa ríkisstjórn fyrst og fremst og hún öflugur talsmaður hennar en sem við sjáum líka að þessi ríkisstjórn hún hefur verið bara mjög samhent og það í raun ekki bara í orðum heldur bara mjög samhent og samstillt og það finnum maður núna að meirihlutin heilt yfir þingflokkandi 3 að þeir stilla mjög vel saman strengi og eru samstíga og það skiptir þetta. Haldið stundu sameiginlega fundi? Já, við gerum það og það skiptir bara mjög miklu máli að tala saman og stilla saman strengi. Því auðvitað eru þetta ekkert samskonar flokkar en þetta eru flokkar sem vinna að almanna hagsmunum gegn einhverjum sérhagsmunum og það skiptir máli að þá að bera virðingu fyrir sjónarmiðum hvors annars og vinna saman og vera ekki eitthvað að trompa hvern annan í þeim efnum. Nei. En ég var þegar ég sagði þetta með Kristrún þá var ég alls ekki að meina það að hinir flokkarnir standið sig ekki bara að því hún forsætisráðherra og svona helsti talsmaður ríkisstjórnarinnar. Algjörlega, það þetta svona bara orðan og hljóðan og svona þetta oftast að forsætisráðherra fær svona starra svið. Já. En hvernig, eitthvað stað svo að þú ert í stjórn standveiði sjómannaði Sko, að minn maður fyrir þó nokkrum árum, hann var nú vörubílstjóri í örugglega 30 ár verktaki og einyrki vörubílstjóri og í snjómokstur og öllu mögulegu og svo ákvað hann að hætta fyrir þó nokkrum árum og keypti sér lítinn strandveiðibát að prestunum á Suðureyri og það félag, Sæmundur Fróði, þetta nú fallit nafn á félaginu og hann gat róið þarna í örfá ár og þá var hann svo heppinn að fá fyrst heilablóðfall og svo hjartaáfall og lá inn á sjúkrahúsi í heilt ár og hvað gera Danir þá? Að það var þetta lítið hann að gera, hann reyndi einhvað að fara að sjó og gekk ekki neitt. En við ákvaðum að eiga þennan bát einhvað áfram og í dag hefur sonur okkar komið inn í þetta félag og að róa bátnum og það bara ánægilegt
En þetta nú bátur sem kostar nú einhvað bara eins og gamall notaður bíll, þetta nú ekki, þetta mjög gamall bátur og mér finnst þetta bara að vera mikið brandari þegar Mogginn setur þetta á forsíðu, en það hefur þetta verið hagsmunaskrá minni öllu ár sem ég hef verið á þingi frá því að við eignuðumst þennan bát upprunalega og hefur endurnýja aftur í eldri bát. Já, ég man þetta nú hérna frá fyrra tímabiliðin á þingi, að þá var þessi umræði eitthvað líka það ekki, þú varst formaður atvinnuveganefndar. Jú, og ég hef bara alltaf sagt það, sama hvað hvort sem þú ert bóndi eða nú sjómaður eða hvað þú ert, alþingismenn að þeir eru nú frjálsir af sínum gjörðum, að þeir að vinna eftir sinni samvisku og þeir eru ekki vanhæfir í neinu, sama hvað ef að þeir eru kosnir af þjóðinni eða fá kosningu, að þá treystir þjóðin viðkomandi til verka og það verið að setja almenna löggjöf og þannig nú það inn á Alþingi að í sveitarstjórnum geta menn verið vanhæfir en lögvarðandi alþingismönnum og það hefur komið oftar en ekki fram frá bara hæstaréttarlögmönnum að þú getur ekki verið vanhæfur inn á nú Alþingi. Þetta fáralegt í mínu tilfelli. Ég haft prívat hagsmuni. Það eiginlega það sem við vorum að segja áðan með hérna Guðrúnu Hafsteinsdóttur og Jens Garðar. Þau koma svona út í Borgartúni 35 og það baklandið og þess að spyrja bara, ég veit að þitt máli mikið minna en þú búin að svara því. Já, og ég hef þetta bara verið baráttumanneskja fyrir sjómenn og sjávarbyggðir alveg frá því að byrja að taka þátt í pólitík held ég bara nú, það verða 40 ár síðan að ég var í Alþýðubandalaginu varaþingmaður og kom inn þá og síðan var stofnendum Vinstri grænna fyrir 25 árum og síðan gafst ég upp á Vinstri grænum þegar þau settu grásleppinu kvóta og hef bara fylgt minni samfæringu og síðan fór ég í Flokk fólksins að ég var hvött til þess og sé ekkert eftir því því þetta gott fólk og að vinna almannahagsmunum. Já, en segðu mér hérna, hvernig fiskast á gamla bátinn? Það svona upp og niður, að það hefur svona gengið þokkalega en það hefur komið alveg margir dagar sem gefur ekki að sjó eða annað þvílíkt. Þetta ekki það stór bátur að hann sækir ekki eins langt og hinn hraðskreiðu. Nei. En þetta alltaf koma en það sonum minn að sjómannsætt og minn faðir stundaði sjóinn og trillu, bæði faðir og fósturfaðir, svo þetta allt svona í blóðinu vonandi. Já, ertu ekki frá Súgandafirði? Ég fædd og uppalinn í Súgandafirði og ólst upp þar á bryggjunni svona eða út í sveit, svo þetta góð blanda. Já, en þetta verður að fara að enda? Þetta verður að fara að enda og það bara mála linni. Ég skrifaði nú grein núna bara fyrir nokkru dögum lýðræði í skötulíki og mér finnst það að vera orðið þannig og við verðum bara alþingismenn að sjá sóma okkar því að ljúka þessu og þó að það verði einhvað slegið af einhverju, þá getur minnihluti hverju sinni ekki gert kröfu á það að menn bara dragi alfari í land. En við verðum líka að ljúka þessu. Já. Ég þakka mikið vel fyrir komuna. Já, bara gaman að koma hingað og bara takk fyrir að bjóða mér. Og Gunnar Smári sest hér eftir augnablik. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar.